Hér ætla ég að gera smá tilraun til að bera saman þessa þrjá gaura sem við erum að tala um, Winnicott, Freud og Erikson, og sjá hvað er líkt og ólíkt í þeirra kenningum. Grunnnálgunin hjá þeim öllum þremur er eftirfarandi að Winnicott byggir á því að hann segir að þroski byggist á tengslum við umönnunaraðila og sköpunin á þessu millisviði eða millibilsrými þar sem barnið kannar sig sjálft og heiminn, þar sem leikurinn fer fram. Freud talar um að þroskinn byggist á innri átökum á milli hvata í undirmeðvitundinni og félagslegri hömlun, meðan að Erikson segir að þroski byggist á sálrænum og félagslegum áskorunum á mismunandi þroskastigum sem móta sjálfsmyndina og hæfni við að tengjast öðrum. Áfram, þannig telur Winnicott að leikurinn sé einhvers konar millibilsástand þar sem barnið tengi saman innri heim og ytri veruleika og leikurinn veiti barninu rými til að þróa sjálfsmyndina og efla sköpunargáfuna. Freud lítur hins vegar á leikinn sem tjáningu á innri hvötum og löngunum tengdum bældum tilfinningum og kvíða. Endurtekningar í leik hjálpa síðan barninu við að vinna úr erfiðri reynslu. Og Erikson, leikurinn er félagsleg og tilfinningaleg æfing þar sem barnið læri hlutverk, þróa sjálfstraust og vinnur úr áskorunum á mismunandi þroskastigum. Þeir eru með mismunandi hugmyndir í sambandi við tengslin, hvernig börn tengjast öðru fólki og umhverfi. Winnicott talar þar um mikilvægi góðs móðurhlutverks, að það sé ykkur í því aðilega að vera í þessu móðurhlutverki, þar sem móðir veitir barni öryggi til að kanna heiminn. Tengslin við þennan umönnunar aðila eru þannig grunnur að því að þróa heilbrigt sjálf. Freud segir hins vegar að tengsl barni móður tengist aðalega munnþroskaskeiðinu eða oral stage. Tengslin móta síðan löngun og kvíða barnsins í undirmeðvitundinni. Erikson segir tengslin vera miðlæg í þroskastigum þar sem hver áskorun byggist á því að þróa jákvæð tengsl við aðra og þá talar hann um að til dæmis traust á ungbarnastiginu þá sé það traust og síðan komi tengsl við fjölskyldu og samfélag síðar. Sjálfsmyndin og þróun einstaklingsins, þeir eru líka með ólíkar hugmyndir um hvernig það þróast. Samkvæmt Winnicott þá þróast sjálfsmyndin í gegnum leikinn og í samskiptum við umhverfið og barnið lærir að aðgreina sig sjálft frá öðrum og skapa þannig heilbrigt ég. En hjá Freud þróast sjálfsmyndin í gegnum átök á milli frumsjálfsins, sjálfsins og yfirsjálfsins. Þetta mótast síðan að bældum tilfinningum og kynferðislegum undirtónum. Erikson segir sjálfsmyndin að þróast í gegnum félagsleg og sálræn þroskastig þar sem barnið leysir ákveðnar áskorunni, til dæmis traust, sjálfstæði, frumkvæði og síðan myndun sjálfsmyndarinnar byggt á þessu. Áherslur á þroskastigin. Winnicott talar eða leggur áherslu á þessi snembúnu tengsl og mikilvægi millirýmisins og leggur sérstaka áherslu á hlutverk móðurinnar og leik í áframhaldandi að vera með leik í þróun sjálfsins. Freud hins vegar skilgreinir þroska í kynferðislegu stigum, þetta oral, anal, fallik, latent og genital sem ég ætla ekki að fara neitt nánar í. Hvert stig tengist innri átökum og hvernig þau eru leyst. Erikson er hins vegar með þroskastigin og segir þau vera félagsleg og byggja á áskorunum eins og til dæmis trausti og vantrausti, frumkvæði og sektarkennd og svo sjálfsmynd og hlutverkaruglingi. Það fari eftir í hvernig þú vinnir úr hverju þroskastigi hver útkoman verður. Þeir eru með sameiginleg sjónarmið að sjálfsögðu. Það er að þeir leggja allir mikla áherslu á mikilvægi upphafsárana sem þegar barnið er lítið. Allir leggja áherslu á fyrstu árin í lífi barnsins sem grundvallar þætti í þroskaferlinu. Þeir leggja líka mikla áherslu á tengsl og samskipti, að tengsl við foreldra eða umönnunaraðila eru sameiginleg hjá þeim öllum og þeir viðurkenna líka allir að leikurinn sé mikilvægur hluti af þroska barnsins þó að þeir sé með mismunandi áherslur á hvað það er sem þeir flokki þá sem þroskaferli í leiknum. Mismunandi sjónarmið hjá þessum þremur köpum er að Freud leggur aðaláherslu á undirmeðvitundina og í framhaldi af því alls konar bæling og innri átök sem séu tengd kynferðislegum hvötum, meðan Erikson leggur hins vegar mikla áherslu á félagslegar áskoranir og hvernig einstaklingurinn tekst á við ákveðin lífshlutverk á hverju stigi, meðan að Winnicott sé leikinn sem einhvers konar millibilsrými eða millistig sem sameinar innri og ytri heim barnsins og leggur áherslu á sköpun og tengsl. Samantekt á þeim þremur að þeir leggja allir mikla áherslu á mikilvægi leikja og tengsla í þroskaferlinu en þeir nálgast viðfangsefni frá mismunandi sjónarhornum. Þannig leggur Freud
aðaláhersluna á, hann er með þungamiðjuna á undirmeðvitundinni og hvatirnar. Eriksson er með áherslu á félagslegar og sálræn stig og áskoranir tengdar þessum stigum, meðan Winnicott segir að leikurinn sé skapandi ferli sem styrkir sjálfsmynd og tengsl milli barns og umhverfis. Þessar nálganir bæta hver aðra upp og veita fjölbreytta sýn á leik og þroska.